Já, góða kvöldið, ágætu áhorfendur. Velkomin að Rauða borðinu. Í dag miðvikudagskvöld og undanfarin miðvikudagskvöld höfum við verið að leika okkur að því að hafa opinn mic, eins og sagt og leyfa fólki að koma hérna inn og stjórna umræðinni. Ég bara spyr fólk að nafni og svo breytar það upp á umræðinni og svo spinnst þetta bara einhvern veginn og það komin svona nokkrir hlustendur hérna. Ég ætla að byrja á því að tala við þann fyrsta sem er Hallur Magnússon. Velkomin Hallur. Takk fyrir það. Hvað segirðu, hvað má bjóða þér að ræða í dag? Það Drottins-degi. Þessu Drottins-degi. Bara í ljósi þess að þetta Rauða borðið og sem að hangið aldrei saman við sósíalíska fólkinu og svona vinstrimennsku, þá finnst mér hafa vantað í umræðu alvöru samvinnufélög og bara þessa samvinnuhugsjón þar sem að fólk getur tekið sér saman á jafnréttisgrundvelli verkefni, form sem að hentar mjög vel, svo fremur sem að lagaramminn sé og í lagi, sem reyndar ekki á Íslandi. Hann allur lagaramminn harnaður að hlutafélögum og þess aftar í staðinn fyrir samvinnufélögum. Ég hef svolítið saknað þeirrar umræðu bæði á vef með sósíalistaflokknum og bara yfir höfuð. Vegna þess að þetta samvinnuform og það sé bara algjörlega uppháðlega á hreinu til þess að það sé alveg á hreinu. Þegar við talum samvinnuformið og samvinnufélög, þá erum við ekki að tala samband íslenskra samvinnufélaga og allt það hierarkí sem að þar heldur raunveruleg samvinnufélög þar sem að fólk að vinna saman á ákveðnum verkefnum. Það geta verið byggingarsamvinnufélög, það geta verið samvinnufélag rekstur ferðaþjónustu þess vegna, þar sem að hópur fólks tekur sig saman á sama hlutin, sem sagt í samvinnu og í samvinnuformi og þar sem að hver og einn einstaklingur hefur eitt atkvæði en getur ekki keyrt í gegn hluti á grundvelli fjármagns eins og í hlutafélögunum. Og ég hef svolítið saknað þessara umræðu á þessu vettvangi. Vegna þess að mín skoðun svo að það eru mörg tækifæri í þessu formi gefið að bara það sé sami lagaleg grundvöllur fyrir því að geta rekið það sem sagt í samkeppni við annars konar rekstur eins og hlutafélagarekstur og þess aftar. Og vegna þess að við vorum með umræðu við Rauða borðið, einhvern í sumar, þannig að það hún farið fram hjá mörgum að þar var meðal annars fyrirverandi formaður KEA, Benedikt Sigurðarson, sem á rætur í samvinnuhreyfingunni og kannski svona framsóknarmegin í lífinu eins og þú ert út úr framsóknarflokknum og saman eigum við náttúrulega sameiginlega rætur Hallur að samvinnuhugsjónin sprettur upp úr georgismannum sem náttúrulega bara hluti af sósíalismannum og framsóknarflokkurinn að því leyti með sósíalíska rætur og Benedikt benti að það ágætlega í þættinum. Svo var Jón Karl Stefánsson sem var í framboði eða tók þátt í starfi Alþýðufylkingar á sín tíma, þannig að í þessu þætti þá kom þetta svolítið saman einhver leyti, en ég alveg samanlega mér finnst þetta að vera... Mér bara almennt þess að þetta form í staðin fyrir, tökum bara dæmi, horfum bara á byggingar, sem sagt bara húsnæðiskerfið sem að náttúrulega hefur lengi verið byggt fyrst og fremst upp á eigin húsnæði sem að fá eignist eitt húsnæði. Verkalýðshreyfingin tók þann pólinn í hæðina að í stað þess að byggja upp og styrkja byggingarsamvinnufélög, lýðræðisleg byggingarsamvinnufélög sem að Benedikt náttúrulega mjög fylgjandi náttúrulega líka, að þá var öll áherslan lögð að það að vera leigufélög og lág leiga og félagslegt þetta og félagslegt hitt. Ja, það alveg rétt sko, verkamannabústaðirnir voru náttúrulega Ég er að tala bara undanfarin 20 ár. Bara frá 2000. Mandi við gamla verkamannakerfi sem var algjör sko, tala ekki uppbyggingin á því á þriðja, fjórða áratugnum algjör snild.
Vandinn var það bara að það var algjörlega fjármagnað, þetta var ekki fjármagnað alla leið, vegna þess að staðreyndin bara svo að hlutinni kosta og ef að þú ert ekki að greiða það eins og í þessu tilfelli í verkamannabústaðakerfinu, þar voru kannski fjármögnunarvextir 5% en fólk var að borga 1% vexti, þá verður að fjármagna þennan mun og það var það sem klikkaði. Og fyrst við komum þangað, allt annar staðar en við byrjum, að þá óttast ég dálítið í þessari leigu íbúðavæðingu sem núna, þar sem að vera hóflegt húsnæði, sem algjör krafur, algjör nauðsyn, að menn sé ekki að hugsa alla leið fjármögnunina, vegna þess að það má ekki gerast aftur að kerfið í heild sinni séu ófjármagnað og fari á hausinn eins og gamla verkamannabústaðakerfið. Það fór á hausinn sem samsvarar einhverju 50 milljörðum á núvirði vegna þess að, við getum sagt bara stjórnvöld svikust að setja inn í það fé, en allavega það var niðurstaðan. Menn tala dálítið glatt það að það vera lágt húsnæðisverð sem náttúrulega krafa, en það verður alltaf að tryggja það að sé fjármagnað, það verður einhver að greiða og borga. Og ég óttast það að kannski 10-12 ár, þá gleymist þetta að þá bara hægt og rólega safnist upp skuldir og kerfið hreinlega hrynji. Þetta nýja leigukerfi sem vegna þess að þú breytir ekki byggingarkostnaði og rekstrakostnaði það að setja félagslegt fyrir framan. Menn verða að hugsa alla leið og menn bara verða að vita að þetta kostar og menn verða bara að finna leið þess að tryggja að það verði greitt. En þetta er allt annað heldur ég að tala um, en það var nú var. Tölum að það fyrir svo svo Reykjavík sem að ég ólst upp í, hún var byggingarsamvinnu gríðarlega sterkar á þá Reykjavík. Einhvern tímann bjó ég í næstu húsi við löggublokkina sem var kölluð. Ég held að félag lögreglumanna hafi átt svona, og það voru fleiri svona dæmi, þú þekkir dæmi þess. Hálfu Kleppsvegurinn var byggður þannig. Lóðir voru ekki seldar. Já. Og þá voru lóðir ekki seldar á markaði, þannig að til þess að eyða Átti út, Gunnar? Lóðum. Og fólk að okkurnar. Dóttir út? Það eitthvað ég heyrist í mér eða ekki? Þú heyrist ekki núna, jú? Já, nú held ég bara áfram og Hallur tekur svo orðið að þá var lóðunum úthlutað og sem úthlutað eins og sameiginlegum gæðum okkar að við ættum öll í sameiningu borgarlendu og ætlum öll rétt á því. Síðan var þetta svo hægt og ég veit ekki hvort það tenging þarna á milli að byggingarsamvinnufélögin hættu, því að það var náttúrulega stæðsta sem að fólk kannski lagði inn í byggingarfélagi var lóðin og byggingarrétturinn sem það fekk úthlutað. Síðan var það svo hægt og þá náttúrulega var ekki lengur biður eftir lóðum, því að þá voru þeir sem ekki áttu efna lóðina voru náttúrulega ekki í biðröðinni, þannig að það voru bara þeir ríkustu sem keyptu og endanum var það þannig að það voru bara verktakar sem keyptu þetta í einhverju svona spá hvaða verð fengist fyrir það, fengur lán í bönkunum og þetta sem lóðirnar sem svona almannagæði sem var úthlutað, bygging húsnæðisins sem sameiginlegt verkefni fólks, sumir byggðu sjálfur bara einir, aðrir byggðu í samvinnufélögum, að þetta eiginlega bara dó út úr kerfinu og við fórum inn í kerfi þar sem að verktakarnir raunverulega eiginlega stýra tóku bara yfir skipulagsvaldið líka. Ein ástæða fyrir þessu og það voru grundvallar mistök að mínu viti þegar Íbúðalánasjóður er settur á fót og reglur úthlutanir þar, að það voru byggingarsamvinnufélög, þess að búseturéttar formið, að það var sett undir sama hatt eins og leiguíbúðakerfi. Og þegar við talum það leiguíbúðakerfi, þá gæti það bæði verið félagslegt og þá gæti það líka verið leiguíbúðakerfi þar sem að þess vegna verktakar gætu byggt að upp. Þannig að húsnæðissamvinnufélagsformið og búseturéttarformið, það var átt undir það var sem þetta það lenti vandræðum vegna þess að hreinlega lagaumhverfið og regluumhverfið og viðhorfið hjá mörgum
sem að komu að þessum mála þeim tíma var á móti samvinnu þessar leið, þessu byggingarsamvinnufélög. Og talandi lóðir, ef þú bara horfir á það að Reykjavíkurborg, segjum bara, var með 5.000 manna byggingarsamvinnufélag. Reykjavíkurborg gæti sett inn lóðina inn í það byggingarsamvinnufélag sem að þá einhvers virði og lækkar þá í raun og veru heildarkostnaði við byggingu húsnæðisins og þar að leiðandi það sem að hver og einn búseturéttar hafi myndi þurfa að greiða og með þessu framleiði Reykjavíkurborgar gæti Reykjavíkurborg fengið ákveðið hlutfall af íbúðum sem að Reykjavíkurborg gæti síðan úthlutað gæti félagsbústaði sem félagslegt húsnæði innan okkur öll hin, þannig að sé integrering í því. Það skiptir ekki öllu máli í stigagangnum eða í raðhúsinu, þá ekki skipta máli hvort að þú ert að koma það sem þá almennu búseturéttar hafi sem að bara velur af þetta form og það sem setur inn ákveðin búseturétt og greiðir af honum og sá sem hliðin á þér í svipari íbúð og hann bara í þeirri félagslega stöðu að þurfa stuðning og komið þar að leiði til dæmis í gegnum Reykjavíkurborg. Það ekki skipta máli. Það þannig núna. Nei. Það þannig núna. Ég bý í blokk í Vesturbænum sem var upphaflega byggð af byggingarsamvinnufélag og kölluð B-blokki. Já, nei, ég að tala kerfi eins og núna. Ég að tala núverandi kerfi. Já, ég að tala núverandi kerfi líka. Ég bara að segja að ég bý í blokk sem var byggð af byggingarsamvinnufélagi og það eru félagslegar íbúðir hérna allan Vesturbæinn í blokkum sem eru meira og minna allar íbúðir annars í eign. Því að Reykjavíkurborg tók þann pól í hæðina fyrir einhverjum árum síðan að dreifa búsetu fólk sem í félagsbústaðir hafa keypt íbúðir út í alls konar hverfum, alls konar húsnæði, þannig að það alveg komið til, en ég alveg sammálaður í því að það má alveg svo sannarlega dusta reykja af þessum samvinnupælingum og við vorum nú bara svo því sem haldið til haga að í sósíalistaflokknum þá var heilmikil umræða í ég man ekki hvað hópur í hét, en við vorum að ræða húsnæðismálin, þá vorum við að ræða einmitt þessi samvinnu fyrirkomulag. Þannig að það svo sem alveg komið upp hjá okkur hvað þetta annað. Já, ég held líka að fyrir ekki að ég má ansbæta við varandi þessu húsnæðismál. Ég gerði nú húsnæðisrannsókn fyrir einhverjum árum síðan meðal innflytjenda á höfuðborgarsvæðinu eða Reykjavíkurborg allir heldur og það sem var svo hrópandi var það að það voru viðverandi húsnæðisskortur í nánast frá 1920 með ákveðnum hléum þegar var byggt átaki, milljóna átaki eins og í Svíþjóð var hér tekið upp í Breiðholtinu og þá var saxað mjög á þennan húsnæðisskort en síðan þessi áhersla á eignarétt á húsnæði hún hefur aldrei horfið og hún hefur alltaf verið eins konar manndómsvíxla inn í íslenskt samfélag að eignast húsnæði. Það eru bara aumingjar sem ekki eiga húsnæði. Það var alltaf svona stemmingin. Helst að byggja minnst einhver steinu sinni sjálfur. Allir að því að þú talaðir samvinnufélög og það bara einhvern veginn æxlaðist þannig að við fórum að tala byggingarsamvinnufélögin en þetta var náttúrulega samvinnufélög og félagslegu rekstur var náttúrulega miklu meira áberandi fram eftir síðustu öld eða svona frá 1920 og kannski hvað að segja til svona 70-80 það voru bæjarútgerðir og samvinnuhreyfingin með mikil rekstur og kaupfélögin með mikil rekstur. Þetta hefur eiginlega bara þurrkast út. Nú eiginlega bara ríkisrekstur og einkarekstur eftir. Þannig að þessi félagslegi rekstur hefur breyst og þar með hefur farið, stundum með þetta stillir sig upp þannig að við teljum okkur lifa í lýðræðisríki og við gerum það, sem hver maður hefur reitt atkvæði, þá getum við mætum í vinnuna, að þá göngum við bara yfirleitt inn í bara einræðisríki og þannig það ekkert atvinnulýðræði og það ekkert svona langt síðan að verkalýðshreyfingin var að vorum við gröfur það að verkamennir settust í stjórnir fyrirtækja og vorum við kröfur atvinnulýðræði að á vinnustanum væri eitthvað svona lýðræði. Þú varst kannski líka að tala eitthvað þetta þessi hluti atvinnulífsins horfinn. Hann algjörlega horfinn og hann horfinn þetta sem hefur verið nánast skatlaður út, það að segja það bara svo erfitt
og þess vegna fór nú að tala þetta með byggingarsamvinnufélögum þess að það var aldrei litið á sérstöðu þeirra. Þau voru bara skilgreind sem almenn leigufélög í staðinn fyrir að horfa á þetta eðli þeirra. Og ég bara á því að mjög víða þá hentar samvinnuformið mjög vel. Við þurfum hins vegar að læra af reynslunni og hver var kannski veikleiki og galli samvinnuformsins. Hluti af því var þessi eignaréttur, að þegar þú varst búin að byggja upp og tókst átt í samvinnufélagi og síðan féllst þú frá, þá fór allt inn í einhverja óskilgreinda pott sem að var svona fján hirðis kannski, og þannig að þessi, það bara þannig að það dálítið mannlegt að vilja eiga eitthvað eða halda utan með eitthvað og að skila einhverju til þinna afkomenda, og það mjög einfalt að laga það í rekstri samvinnufélaga. Það að segja það ákveðin, þú eignast ákveðin hluti í samvinnufélagi, þú getur kannski tekur kannski 5 ára að byggja þau upp með þínu framlagi einn eða annan hátt og þá ertu komið með þennan fulla rétt. Það alltaf einn maður, eitt atkvæði, ákvarðanir eru teknar á lýðræðislegan hátt, og ef þú fellur frá, þá þessi hluti enn til staðar til þinna erfingja eftir það ákveðnu reglum. Þannig að í staðinn fyrir að það ekki eitthvað sem þú selur á markaði Nei, alls ekki. Nei, þetta bara eins og alls, og það alls ekki á markaði. Og það ég hef dálítið verið svona hugsað það með búseturéttarfélög núna, nú getur farið að selja búseturéttinn á markaði. Mér finnst það ganga svolítið gegn þessari hugsun samvinnufélagsins. Auðvitað hann ákveðið verðmæti í honum, en allt í einu þegar þú byrjar í samvinnufélag að borga kannski 10 milljónir og sem alltaf sömu 10 milljónar, og þú byrð og ert búin að taka þátt í þessu byggingarsamvinnufélag ákveðin tíma, og svo getur náttúrulega fara að selja það byggingarrétt það rétt á 20 milljónir. Það eitthvað, ég fæ svona eitthvað óbræði munnin af því. En áður en ég hleypi hérna næsta þá ætla ég að gleðja þig með því, Hallur, að það nýstofnaður hópur á Facebook sem heitir Atvinnulýðræðið, sem að fjallar samvinnufélög og hvernig megi auka lýðræði í atvinnulífinu. En hún Fríða skaut sér aðeins inn, en ég verið að fara eftir ákveðni röð og það var Kári Jónsson, hann var næstur í röðinni. Hvað má bjóða þér að tala tali? Og svo bara að blanda Fríða sér í þetta og vill. Já, það ég svona vill auglýsa eftir fleiri verkalýðsforingjum á þessum tíma. Og sem sagt, það eru 4 verkalýðsforingjar sem eru náttúrulega allir bara ágættir, sem sagt, Drífa, Raggi, Villi og Solla. Og en út allt land eru náttúrulega fullt af foringjum sem einhvern veginn eru dálítið stikkfrí í þessari umræðu eins og stjórnarsetu SA-fólksins og í eftirlaunum og sjóðunum okkar. Þetta eru okkar sjóður. Hvar býrð þú, Kári? Hvar býrð þú? Ég bý söður frá, Suðurnesjabæ, nýja bænum. Og hvaða verkalýðsforingja átt þú, sem maður orðið að hann heitir Villi Birgis. Ég hjá Akranesi á Villa Birgis. Já, félaga frelsis. Og En hver verkalýðsforingin í... Hann heitir Magnús Magnússon í Sandgerði. Og svo auglýst honum að hann tjáir sig meira. Já, og bæði hann og náttúrulega það bara út all land. Ég vil að þeir upplýsi dálítið afstöðu sína eins og þetta. Ég búin að vera að reyna að tala það að hvar afstaða manna liggur eins og þetta, af hverju það búið að ganga allar götur frá 1970 að atvinnurekendur eru inn í sjóðunum. Þetta fólk hefur bara óhindrað nánast aðgengi að eftirlaununum okkar og það spyr engin spurningar. Það búið að gerast náttúrulega gjöfulegi hlutir, það búið að tapast gríðarlegir fjármunir, en eins og ég var að segja fyrir þáttinn að þá og það enginn í því af hverju við erum með svona lág eftirlaun. Þannig að vilt ekki bara verkalýðshreyfingin breyta þessu? Þetta bara kerfið byggt upp með samningum verkalýðshreyfingarinnar og samtaka atvinnulífsins. Vilt ekki að verkalýðshreyfingin ég auðvitað að þetta væri lagað til
í þágu okkar sem eigum þessa sjóði að við sem sagt hættum að fjárfesta með til dæmis Icelandair og við einfaldlega lánuðum þeim peninga á tryggum vel og þannig að við eignustum frekar kröfuna heldur en tapir þegar allt í bál og brand og staðreynd það kreppur á Íslandi á 10-15 ára fresti og það bara þannig. Það hefur komið fram, Kári, að það ekkert veð, það allt veðsett upp í toppi á Icelandair, þannig það ekki hægt að lána þeim. Einu svo færið einhver lendingarslott og bókunarkerfi. Ég náttúrulega ekki kannski að tala þetta. Þess vegna þetta ennþá alvarlegra, eins og ég hefur náttúrulega verið að skrifa og tala og tjá mig að það ennþá náttúrulega, fyrir mér þetta hreint og klárt tilraun til ráns. Ef stjórnir eftirlaunum sjóðana ætla að punga út núna á sjóðunum 20-30 milljörðum í eitthvað nýtt hlutafé á ónýtt, mér finnst þetta að vera bara rán. Það bara þannig. Aðeins bara örlítið skjóta inn í bara út af þessu með lífeyrissjóðana og eftirlaun og lág eftirlaun. Það náttúrulega galið að ofan á þetta að ef að þú ert búin að safna þér ákveðnum eftirlaunum sem nú ekki rosalega há hjá venjulegu fólki úr lífeyrissjóðunum, en ef þú ert búin að ná ákveðnu stöðu þar og ferð yfir ákveðin mörk og þá kemur ríkið og reynir að veru lækkar sinn hlut í pakkanum, það eitthvað svo klikkað við það í ofan á allt hitt. Alveg rétt. Já, Fríða, fulltrúar fyrirtækjaeigenda í stjórnum lífeyrissjóða. Er þú skoðun á því, Fríða? Já, ég veit það nú ekki. Mér finnst bara, þetta peningar fólksins og fólkið á bara að fá að ráða sig. Ég skil ekki alveg af hverju atvinnurekendur hafa það að segja. Því þeir virðast og það sem hefur gerst, hvort það var upphaflega meiningin ekki, ég held nú ekki, að það var eins og þeir vaði þessa sjóði eins og það sé þeirra eigið fé. Og það það sem líka svo sorglegt og einhvern veginn fólk svo, það allir argir en það vantar einhvern vettvang, ég meina, maður sér ekki þessa ríkisfjölmiðla til dæmis, þú nú bent á það sjálfur, Smári, að í miður að þá virðast yfirvöld á Íslandi alveg hreint eins og yfirvöld vestanhafs, þau eru bara í taumi, þau eru bara tjóðruð við viðskiptamógúlana og þau gera ekkert sem að hugsanlega geti stygt á. Og því miður þá finnst mér Ríkisútvarpið ekki standa sig sem almannafjölmiðill, þar að segja að taka, að leyfa almenningi að taka þátt í umræðu. Þetta Kastljós iðulega bara viðtal við einhverja þingmenn og einhverja svona leiðandi fólk, ekki, það engin umræðu þáttur eins og þessi til dæmis, eða eins og Svíar og Norðmenn hafa, þar sem fólk í sal og fær að tala þau mál sem eru aktúel hverju sinni. Fríða, má ég aðeins trufla þig? Það spurði ég spurði eiginlega Kára. Það sem þið eru að fara fram á að vera einhverja fjölmiðlar, vera með umræðu þetta, verkalýðshreyfingin, hún hálfur aðili að kerfinu. Af hverju breytir hún bara ekki kröfunu sem nýtt frumvarp lífeyrissjóði og krefst þess að þetta verði lagt fram á þingi og samþykkt. Þetta verði gert að stefnumáli allra flokka og þetta verði bara samþykkt í kvelli. Af hverju við að fara að tala þetta eitthvað við rauðaborðið eða við kast? Ég held að sé röng nálgun hjá þið, vegna þess að vissulega alveg galið að SA sé með sína menn þennan hátt og sem að svona byggingaverð hinn og þennan. Vandinn sá að í gegnum áratugina hefur þetta verið sambærilegur byggingur fyrir verkalýðshreyfinguna. Og hvar lýðræðið í verkalýðshreyfingunni hvað þetta varðar? Hver velur það hvaða aðili úr verkalýðshreyfingunni fer inn í lífeyrissjóðina? Af hverju gerir þetta beint? Af hverju gerir þetta beint? Ég bara algjörlega sammála. Ég vil hafa þetta beina lýðræði, þessi kosningaréttur bæði inn í eftirlaunasjóðina, stjórnir þar og til dæmis bara að því hún nefndir þetta áðan í sambandi við verkalýðsfélagin. ASÍ-þingin, það sitja þar 262 fulltrúar eða 272 fulltrúar, fulltrúalýðræði og þau velja hvert annað inn í eftirlaunasjóðina. En svo vil ég bæta öðru við að það var núna bara síðastliðið vorhelgir, þess að 2019,
já, 2019, fyrir árið síðan, að þá leggja til bæði ég held að það hafi verið sem sagt, Píratar, já, það voru Píratar sem komu með þingsályktun heildarendurskoðun á lífeyrissjóðakerfinu. Það var fellt og það voru ekki bara stjórnarþingmenn, það voru bara hagsmunaaðilarnir, verkalýðshreyfingin og samtök atvinnulífsins. Já, og þess vegna vil ég segja það að ég og þú, Hallur, Gunnar Smári og Fríða, við höfum ekkert þetta að segja. Og þess vegna var ég að minnast á það strax í upphafi, hvar eru afstaða allra foringjanna? Ekki bara þessara fjögra sem hafa verið að tjá sig verkalýðsmál og náttúrulega stöðun í samfélaginu í dag og hremmingar sem eru framundan. Hvar eru allir hinir foringjanna sem þetta fólk hefur valið, sem staðreynd, ekki nánast 100% þáttaka í verkalýðsfélögum. Við erum algjörlega áhrifalaus þetta algjörlega. Hvernig þetta hægt? Og bara áður höldum áfram þessu, ekki gleyma því að hluta því sem að felldi Samvinnuhreyfingunni í Íslandi var nákvæmlega þetta úrelta fulltrúa lýðræði, þar sem hver silkihúfa var fyrir ofan hver aðra. Það var skiljanlegt að það væri þannig 1920, en í nútíma samfélagi þá er það algerlega óþarfi. Við getum haft bara flatan strúktúr, þú getur þess einu sinni mánuði, bara þriðjudagskvöldum, að þá getur við verið og sett fram ákveðin mál sem eru í gangi í umræðinu og verkalýðshreyfingin, pólitíkushreyfingin, hver sem og bara fengið þeir sem eru aðilar, þeir geta tekið afstöðu til þessi rafrænni kosningu, til þess að fá þessa línur. Þetta ekkert flókið. Nei, ég bara hanga, og líka verkalýðshreyfingin hanga á þessum byggingu sínum. Það bara málið, á völdunum sínum. Já. En mér finnst eins og foringjar eins og Ragnar Þór, náttúrulega Villi Birgisdóttir, þeir tveir einir, vonandi Solla sama sinnis, ég hef bara ekki heyrt hann að segja það, þess vegna nefni ég bara þessa tvo sem hafa einmitt athugasemdir þetta. Að atvinnurekendur skuli þetta út, Svo Óli Ufsi kominn. Fríða fyrst. Fríða, vilt þú leggja eitthvað til eða á ég að hleypa næsta inn? Nei, ég vildi bara segja, fyrst þú varst að hanga með á þessu með fjölmiðlana, að ég var nú bara kannski að reyna að koma að það vantar meiri þáttöku almennings í lýðræðinu. Það kannski hluti af því að ríkisfjölmiðlarnir standir sig þar og mér finnst það einhvern veginn endurspegla bara þetta valda ójafnvægi með því að fá aldrei almenning inn að borðinu. En vissulega þetta kannski bara auðveldari leið ef að verkalýðshreyfingin sem slík bara hreinlega tekur það ákvörðun að breyta þessu, en það yrði alltaf að vera í samráði við þá sem eiga sjóðina væntanlega. Það er ekki lýðræðislegt við það að verkalýðsforingjarnir ákveða að gera þetta svona án samráðs við þeirra sem eiga peningana. Herðu, eins og Kári benti á að þá kominn maður sem kallaður Óli Ufsi, hann heitir Ólafur Jónsson, blessaður, í mér? Ólafur? Nei, hann ekki í mér. Það eitthvað að hjá honum. Þá tökum við bara næsta, það Elisabeth, velkomin. Heyrðu þú í mér? Já, ég heyri vel í ykkur. Ég ætla bara að vera með ykkur svona live. Ég hef bara, mér finnst þetta alltaf sama. Allir að tala saman og með tillögur og svo heyrir enginn í okkur, heyrir í mér? Já, ég veit það ekki. Ég hef ekki að segja þetta svo stödd. En Ólafur, hann reyndi að koma inn í síðustu viku og það gekk ekki, hann kom inn akkurat 3 sekúndum eftir að við slökktum útsetningunni. Kannski heyrir í mér núna, Ólafur? Nei, hann bara ekki með. Hann mjútaður nei, það samstöð. Nei, hann hann virðist hvorki heyra í mér nefn heyru við í honum, en við sjáum hann. En það sem að við erum að tala hverjir eiga lífeyrissjóðina, ég held að það sé þannig til dæmis afstæðan hjá Samtökum atvinnulífsins, Fríða mín, að þú eigir ekkert lífeyrissjóðina. Það sé ekki fyrir en að þú fer að borga út úr þeim, að þú eigir þá. Þannig að nú sjóðirnir bara sjálfstæð eign sem að verkalýðshreyfingin og fyrirtækjaeigendur reka saman
og þeir eigi sig bara sjálfur, þú átt ekkert í þeim, þú fari ekkert að kjósa í krafti eignar þínar inn í sjóðnum, þetta ekki neinn svoleiðis eign. Ég held að það sé bara litið þannig á það. Það kannski ekki algjörlega ástæðulausið, náttúrulega launafólk greiðir ákveðin hluta af sínum launum inn í sjóðina, síðan kemur mótframlagið sem að fyrirtækin greiða og að sjálfsögðu líta eigendur fyrirtækina þannig að þeir séu að greiða inn í sjóðin og eigi þar að leiðandi þessa peninga í stað þess að horfa á það þannig að þetta mótframlag þeirra sem raun og veru hluti af kjörum fólksins. Þannig að bara þetta gerir bara, við bara horfið, ef þið bara fara hinn við borðið, þá þessi afstæð, hún skiljanleg og tala ekki að því að þetta eru peningar og þetta eru völd og einhvern veginn hafa í gegnum frá því ég var bara krakki, þá maður alltaf eftir því. Það var einu staðinn þar sem að verkalýðshreyfingin og samtök atvinnurekenda náðu saman, það var í stjórnum lífeyrissjóðanna. Að þegar þeir einhvern veginn voru bara komnir saman í það að víla og díla og hafa ákveðin völd. Ég algjörlega, mér hefur fundist, þetta ekki til fyrsta sinn sem kemur upp umræðan það að geta kosið bara beint fulltrúðina í lífeyrissjóðanna. Það ekkert verið minni og líklega meiri andstæða gegn því innan forystu verkalýðshreyfingarinnar heldur en samtök atvinnulífsins. Þeir koma sér saman einhverjum reyktum einhvers staðar í bakherbergjum, en þetta bara búið að vera byggingar í staðinn fyrir það að fólkið sem náttúrulega að byggja þetta upp, það sem sagt með sínu vinnuframlagi og hluti af þeirra launum framlag atvinnurekenda. Þannig að auðvitað það fólki sem á að kjósa í stjórnir lífeyrissjóðanna, gera það hverju ári og hafa áhrif á það. En eðlilega, af því að atvinnurekendur líta þannig á það að þeir sé að greiða þarna inn, þá segja þeir, við eigum það með ykkur þangað til fólki að fá greitt út úr þessu eins og segður smá. Já, má ég aðeins í sambandi við þetta. Ég hef ekki talað við einasta mann, hvorki atvinnurekendamegin eða verkalýðsmegin. Það ber öllum saman það að ef það væri bara, við einföldum þetta bara, ef það væru ekki lífeyrissjóður, þá væru allir þessir fjármunir, hver einasta króna, mótframlag, skilduð aðildin, hún væri öll í launaumslaginu okkar. Þannig þetta. Og atvinnurekendur, þeir geta ekki haldið fram þessum rökum með neinu, þetta bara fellur allt sjálft sig, Þeir geta, ég ekki að segja sér réttmætt, en þeir geta ég bara benda á það sem að því ég búin að tala báðum megin, að því að það allir sammála því að þetta laun, þetta partur af launakjörunum okkar og þar alveg eigum við sjóðina og við bara setjum okkar fólk inn í þá. Við erum ekki, þeir ekki Halli Magnússon að Klára Jónssoni fyrir sjóðum sínum. Þeir nú ekki alveg sammála þessu. Nei, enda bara, þetta þessir hagsmunir sem að takast á og það sem ég bara að segja, við líka að því ég var að nefna hvað allir verkalýðsforingjarnir, við erum 150.000 manns, ég vil bara hafa verkalýðsher. SA fólkið var að lýsa yfir stríði á almenning í landinu, launafólk í landinu og við þurfum bara að svara því fullum fettum. Það engin eftirgjöf þar, við erum bara tilbúin. Þú tilbúin? Já, ég tilbúin. Það ekki að vera lengi. Það hvernig getur skjáin, Já. Herðu, ef einhverjum úti sem að þekkir Ólaf Jónsson, kallaður Ólafur Ufsi, þá má hann hringja í hann og kenna honum að íta á Connect to Audio, þá getur hann fengið að vera með okkur á fundinum. Hann Elsku kallinn. Já, hann biður að fá að tengjast okkur og getur það ekki, ef einhver þekki kallinn, þá getur hringt í hann og kent honum að gera þetta. Sá þarf að kunna á Zoom. Já, en Fríða, já, ég hef búin að reyna að senda hann og ég sé hann ekki á Messenger. Fríða, þú varst maður að biðja orðið, skil vel? Já, ég ætla nú bara að benda á, Ragnar Þór Ingólfsson hefur nú svo margsinnis talað þessa lífeyrissjóði og alla yfirbygginguna sem það með minnur nú hann hafi sagt fyrir rúmi ári síðan. Þetta sé komið. Þetta er komið. Á augnablik, Ólafur minn. Kláraðu, Fríða.
Það væri 4 milljarðar sem færi í þessa yfirbyggingu árlega á Ólafur, nú ég að biðja þig að slökkva og þú ert með útsetningun okkar í gangi eitthvað, þú verður að slökkva á henni. Þú verður bara að vera hér inni. Þetta þeir sem að munna eftir þjóðarsálinni, þeir munna að þetta var mjög þekkt að fólk hringdi inn og var með útvarpið í gangi. Já, maður verður bara ungur aftur að vera í þessu þætti, maður verður eitthvað svona 1984 eða eitthvað sem þjóðarsálina. En Fríða, haltu áfram, afsaka þess að Já, ég ætlaði bara að benda á það, sko, liður í þessari, sko, endurskipulagningu á lífeyrissjóðunum, ég held að það sé ákaflega brýnt mál og brennur á fólki. Þetta svona eitt af stóru málunum í samfélaginu, að það auðvitað að einfalda kerfi fyrst og fækka þessum sjóðum. Þetta bara galið að vera með tæpa 30 lífeyrissjóði í landi sem að telur sko það sem að íbúarnir eru 366.000, það alltaf fullkomlega fáránlegt. Og ég held að ég vil taka undir það sem Kári var að segja, að það eru byggingarnir, að það eru, sko, fólk að fá okkur að gríðarlegar upphæði fyrir að sitja í stjórnum lífeyrissjóðanna og það verður náttúrulega til þess að það vill ekki hreyfa sig. Og það líka einhver skrítin lög sem að segja að þá geti bara setið endalaust í einhverju lífeyrissjóð, fólk á bara að rúlla þar inn á kjörtímabilum 2 ár eða 3 ár og svo út með þig. Og það líka, ég hef oft velt í fyrir mér að á Íslandi þetta rosalega algengt að fólk fer inn í einhverja stjórnir og svo situr það bara næstu áratuginn á þar. Verkalýðshreyfingin full af þessu, alls konar í nefnið þessu út allar koppagrundir, fólk sem að situr bara verður eins og heimaríkir hundar, vill sig hvergi hreyfa og kemur algjörlega í veg fyrir ykkur svona dýnamík og að komist nýtt blóð að og nýjar hugmyndir. Þannig að þetta verður svo staðnað og ég held að því miður hafi það gerst í verkalýðshreyfingunni, en það sér maður á þessari upptalningu sem Kári var að gera, að það vantar allt bit. Það vantar allt bit í þessa forystu út allt land og það alveg synd í ljósið þess, eins og margt búið að koma fram á Rauðaborðinu og víðar, að með heimsmet í félagsaðild í stéttarfélögum, sem á sér náttúrulega sína skýringar, að það verður alveg gífurlegt afl og við getum byggt þessu samfélagi ef við tækjum okkur þetta vald í hendur og bara nýta það. Nákvæmlega. En ég held eitt í sambandi við lífeyrissjóðina sem ég að hugsa meðan ég að hlusta á okkur, að það náttúrulega þannig að svona hugmyndir fólks kerfið og hvernig það raunverulega, það hefur svolítið svona fjarlægst. Þetta kerfi sem sett á 1979, það hefur sáralítil umræða verið það hefur alltaf verið að tala besta lífeyrissjóðakerfi í heimi og eiginlega öll svona gagnrýni á það verið þögguð niður með svona amagangi og ég held að sé komið á það tíma að svona almennar hugmyndir fólks svona réttlæti og hvernig hlutinir eigi að vera og svo hvernig kerfið þetta bara til í sikkur tímanum, sko. Það 1970 og 2020, það 50 ára á milli og þetta kerfi sem lagt upp með þá sem einhver svona húsbóndarvald fyrirtækjaeiganda, þannig að þeir ættu að fara með féð okkar og okkur verður ekki treystandi til þess. Þetta bara eitthvað staðar aftan úr fornöld og þetta verður að endurnýja og ég held að verkalýðshreyfingin verði að bara semja ný lög lífeyrissjóði og neyða þingið til þess að setja það fram. Þetta langaði mig til að segja. Það verður ekki gert nema grasrótin í verkalýðshreyfingin krefjist þess. Einmitt. Okay. Ég að kalla eftir því. Ég að kalla eftir verkalýðsherfum. Herðu, nú það sögulega gerst að Ólafur Ufsi sem allir að velta fyrir sig hver eiginlega þessi Ólafur Ufsi. Hann komin hérna og hann ætlar að segja, þú verður að segja eitthvað rosa merkilegt og nú að bíða svo mikið á Ég það með að fyrirgefni því að hversu illa við gekk í þessari tækni. Þetta fyrsta skipti sem ég sé þetta prógram en þetta búið að vera frábær umræða hjá ykkur og sýnir bara hvað það mikið hyldýpi þessi verkalýðshreyfing núna og öll réttinda barátta og aðferðir SA núna undanfarna daga og vikur búin að sýna okkur að við eigum bara í stríði. Það bara verið á eftir okkur og við erum bara í stríði og ég veit ekki hvar ég á að taka af. Lífeyrissjóðirnir, við sjáum það núna hvernig lífeyrissjóðirnir, ég hef verið að tala gengi krónunar, það búið að skerða þá, fólk sem ætlaði sér að búa erlendis í góða veðrinu, það missir
85-90.000 krónur bara núna á nokkrum mánuðum af því að annar þáttur í genginu ekki notaður, hann var notaður til að fella gengið í hækkuninni, hann ekki notaður til að hækka gengið. Svoleiðis að það nánast sama hvar tekið á þessum hlutum, að það allstaðar, við erum allstaðar í vörn fyrir þessu fólki. Áttu við að samfélagið sé stjórnað með hagsmuni hinna fáu auðugu? Það alveg greinilegt. Þetta bara stríðorðið við þröngan kjarna. Ragnar Þór nefndi þetta hótel þarna niður í miðbæ. Það eru teknir bara hlutir úr okkar sjóðum og við veitum ekkert hvað verður þessa peninga og þeir bara hverfa einhvers staðar. Þessir dúttar þarna út í Englandi, þeir tók okkur öfugum megin og Bakkavaðabræður. Já, það flugu bara milljarðar, margir milljarðar og ég ágætis dæmi þetta, það var verið að tala að borga í lífeyrissjóð og hafa, 80% af launum. Ég get alveg sagt ykkur það að það ekki 50% af launum, það ekki 30% af launum sem skipstjóri að fá eftir ævistarfi út úr lífeyrissjóð sjómanna. Þannig þetta alls staðar. Nú við reiknum náttúrulega 100% með tryggingagjaldinu sem við erum búin að borga. Ég var sett í lög 1973 og við reiknum með þessu. Akkur var þetta bara afnumið í hruninu og kom ekkert aftur. Við erum að berjast þarna í þessu króna móti krónu. Nú þetta að fara fyrir dóm, vonandi fáum við eitthvað tilbaka af þessu. En svona bara alls staðar. Þetta átti að kosta ríkissjóð 42 milljarð á ári, en á sama tími gat þessi ríkissjóður safnað 900 milljörðum inn í Seðlabankann. Akkur mátti ekki borga okkur lífeyrisþegum þetta TR-gjald á þess að skerða króna móti krónu. Ólafur, þú segir að það hafi verið skertur lífeyriðin, þú hefur borgað alla þína hunds og katta tíð eins og sagt en svo færðu bara lítið út. Hvað heldur að hafa orðið þennan pening sem þú borgaðir inn? Hann hefur náttúrulega bara brunnið upp í þessum verðbólguskotum allum og fjárfestingar hafa ekki gengið eftir. Það greinilegt að fjárfestingar hafa ekki skilað arði. Allir þessir peningar, þetta var gífurlegi peningar sem voru borgaðir inn. Það greinilegt og þetta bara sagan alveg síðan ég var strákur ég búin að fylgjast með félögum mínum, eldri mönnum sem hafa farið í land. Það alveg fárálegar tekjusögur hafa fengið, þeir hafa ekki lifið á þessu. Og hvað þá sjómennirnir? Verðtryggingin átti einmitt að tryggja það og reynda var mjög stór hluti af fjárfestingum voru í verðtryggðum skuldabréfum og verðtryggðum bréfum, þannig að í raun og veru það ætti ekki að rýrna og rýrnar ekki í verðbólguskotum, þannig að það eitthvað meira skrítið. Auðvitað fóru alls konar fjárfestingar, þeir fóru til útlanda og fjárfesta þar. Þar erum við með gífurlega gengisáhættu með mynt og hagkerfi eins og við erum í. Við sjáum það núna, hvað evra komin í? 165? Ekki alveg, það er 163 rétt rúmlega núna. Já, ok, ég sé það. Hún á leiðinni. Hún var í 130. Ég meina, erlendir iðnaðarmenn sem koma hingað að vinna, að þeirra kjör hafa rýrnað í evrum eða í slotjum 30% á 18 mánuðum, þrátt fyrir verulegar launahækkanir núna 1. apríl. Þannig að þeir að fá 30% minna í vasan sinn núna heldur að fengu fyrir 18 mánuðum. En eftirlaunafólk ætti nú að græða á þessu vegna þess að lífeyrissjóðurnar eignir í útlöndum sem hækki verði og þar leiðandi ætti að vera möguleiki að borga bara hærri eftirlaun af þeim hluta. Það er alltaf þessi áhætta. Hvenær ætlar að færa þetta heim í íslenskar krónur og svo náttúrulega oft á tíðum áhættan meiri í þessu. Við sjáum það að við vitum það kannski ekki en vikun áður en að Lehman Brothers hrundu á sínu tíma,
þá tapaði norski olíusjóðurinn meira í einni fjárfestingu hjá Lehman Brothers heldur en allt íslenska ríkið bara á einni viku. Núna í síðustu viku var norski lífeyrissjóðurinn, hvað er búin að tapa? Það eru þess að tölur að maður bara skilur það ekki einu sinni. Og viðfangsefni það að vinna úr því, alveg óháð hverju eiga lífeyrissjóðun og það saman, þessar fjárfestingar, viðfangsefni að halda verðgildi þeirra eins og hægt er. Það var gert mjög lengi mjög vel vegna þess að stór hluti þeirra var í raun og veru endurfjárfestur í verðtryggðu skuldabréfum sem var í húsnæði landsmanna, sem hrundi síðan 2004 þegar bankarnir komu inn og allir fóru í eigin fjárdrátt og greiddu upp allt þetta og kollvörpuðu kerfinu. Þetta er bara mjög erfitt og svo þetta svo miklu peningar í lífeyrissjóðunum miðað við íslenska hagkerfi og það er svo erfitt þegar hagkerfi íslenska bara ekki nógu stórt til þess að geta staðið. Men okkur aðeins að spyrja ykkur af því að Ólafur sagði eitthvað að sagan sýnir og þá rifjaðist það upp fyrir mér að maður sem ég þekki þegar við tölum saman lífeyrissjóðuna. Þá segir hann alltaf sömu setningun einhvers staðar í samtalinu að hann segir sagan sýnir að allir sjóðir þeir eru rændir. Það bara farið í gegnum alla mannkísuna þeir eru rændir og þetta rifjaðist nú upp daginn vegna þess að Trump vinnur ykkar, hann að breyta lögum þannig að það verið að rýmka heimildir lífeyrissjóða þar til þess að fara út í áhættusamari fjárfestingar og að láta bankakerfið sjá reksturinn sem hafa verið svona einhverju hömlur á, þá að opna það alveg þannig að allt lífeyrissjóðakerfið rennir bara inn í Wall Street. Og ég ætla að spyrja ykkur, getur það verið þannig að við höfum kannski bara að hafa í huga svona hvernig mannskepnan samansett og sérstaklega þegar við lifum í svona samfélagi mikils óréttlætis, að kannski að hugsa sem svo að kannski borga sig ekki að safna upp þessum stórum sjóðum því að auðvitað finna þeir einhverja leið til þess að ræna á. Hver vill? Ég vil aðeins koma á þessu. Ég hafði gaman af sögu, mannkynssögu. Hafði mikið gaman af henni og stóð mig vel í henni. Og las mikið. Ég veit ekki til hvers var verið að kenna sögu. Því að við Ísland erum búin að fara alveg þveröfugt að. Við höfum ekkert lært af þessari sögu sem við lásum. Við erum allstaðar að fokka upp því sem við lærðum í þessari sögu. Þar sem við setjum lénskerfi á veiðarnar. Evrópa brann út af þessum lénsveldum og menn voru höggnir og ægilegar harmsögur af ríku fólki sem var rekið í burtu. Nú erum við að tala þetta, menna það hafa verið þjófar allt. Við sjáum Ítalíu. Ég get alveg svarið það að það meiri siðspilling á Íslandi heldur en nokkuð tíman á Ítalíu og ég sverða og Nígeríumenn hlæja okkur. Það ekki hægt að treysta neinu hérna á Íslandi og stjórnmálamenn eru algjör sori. Sjáið þið hvernig þeir koma fram núna, þessi ríkisstjórn. Núna stöndum við aftur frammi fyrir því að það að harðna á dalnum. Áður fyrr þá var gripið til auðsins sem við eigum í hafinu og við spýttum aðeins í og við réttum úr kútnum. Við vissum ekkert hvað kreppur voru því við veittum okkur út úr þeim. Núna segja sjómennir, við erum nýbúin að horfa á vertíð þar sem fiskur flæðir allt. Við erum að heyra metúra, var ekki einhver að koma með milljarð eftir 44 daga. Annar með 700 milljónir eftir 30 daga. Það algjör lamburður af fiski en við leyfum ekki trilluköllum að veiða. Trillukallar sem að veiða og undir bátnum geta aðeins tekið 0,06% af fiskinum. Hinir synda bara í burtu. Það að þessi ríkisstjórn skuli ekki grípa inn í svona mál og reyna að leiðrétta og nota ekki þennan gjaldeyrisvara sjóður, hann til þess að styrkja gengið, ekki til þess að láta það bara falla og segja skýtt með gengið.
Þeir eru nú reyna að falli verði ekki of bratt. Þeir eru svona að kaupa á leiðinni niður. Sveiflujöfnur. Býttu hægur. Þeir keyptu fyrir 900 milljarðar strákar. Nei, sjóðurinn eitthvað 970. Þeir keyptu fyrir, ég held þessi ekki búin að eyða nema eitthvað 30 milljörðum sko í COVID. Ekki meira, ég veit það. Þess að það segja það, að hverju mátti hætta í þetta. Já, þeir voru búnir að eyða 900 milljörðum til að krafla niður gengið, halda því frá því að það var allt í lagi að gengið færi ekki hærra heldur en evran í 120 krónur eða 115 krónur. En svo áttu þið að stoppa það svo að færi ekki neðar en 130 krónur. Núna hafið þið farið út í búð, nýlega. Það bara léttist í körfunni. Fyrir 5.000 kall, 5.000 kall. Þetta bara orðið 7.000 kall. Maður fer ekki fyrir minna 7.000 kall. Það er einmitt málið, sko. Plastpoki sem að kostaði 5.000 kall, hann kostar 7.000 kall. Já. Aðeins bara smá sprengi með þetta. Ég vil halda þið fram að það sé ekki til einasti trillukall á Íslandi. Og að langt síðan síðasti trillukallin hætti vegna þess að þessi bátar sem hefur verið að veiða núna eiga ekkert skilt við trillur. Jó, það er nú einn og einn svona sem eru á strandveiðunum sko. Þetta eru bara orður öruggri bátar. Já, afkastagetan, hraðinn, það er ekkert, menn er það horfa svona rómantísk að skefta með 2 eða 3 rúllur, það er ekkert sameiginlegt með allir bátarnir hallur sem í strandveiðikerfinu eru með 3 til 4 rúllur og nota yfirleitt einn maður kemst ekki yfir meira heldur en 3 rúllur. Það er bara hann. Herðu, eins og þið heyrið þá er Ólafur kjarnyrtur mjög og til þess að svona jafna okkur aðeins á hans lestri að þá fær næsti hlustandi orðið Bára Halldórsdóttir sem er fræg fyrir blíðmelgi. Bára. Já, ég er náttúrulega svo ljúf og yndisleg kona. Það er einhver ekki öryrki út í horni og halda kjafti. Ég ætti nú svo sem ekki að vera meðal manna. Ég náði mig umgangspestina sem er búin að vera að ganga, sem að læknarnir segja mér að sé nákvæmlega með sömu einkenni COVID, þannig að ef þið fáið flensu, það er tjekka COVID. En á meðan ég var að bíða eftir COVID-niðurstöðunum, þá hafði ég er að fara í allt aðra áttum fyrirgefið. Að þá var ég með 40 stiga hita heima í gær að reyna að brölta í gegnum það að finna út hvernig ég gæti haft eina manneskju í húsinu í sóttkví og við varum í einangrun og hvernig við þurftum að tala við og hvernig við ættum að redda lyfjum. Ég man ekki það var svona ýmislegt ég var að reyna að redda og það var alveg magnað ég held ég að það var auðveldasti textin sem ég gat fundið var 4 blaðsíðna stjórn inn á landlækni á fræðimáli sem ég átti að lesa með 40 stiga hita og skilja og fatta. Og hafði voðalega gaman að því að gera það ekki, svo ég fann þarna auðlesin texti, hann sagði mér bara hvað COVID var. Það var ekki alveg að gera með hittótarið. Og finnst þetta svolítið svona magna, ég veit ekki hvernig fólk hefur komist í gegnum þetta, en mér langaði að benda fólki á það. Ég er í áhættuhópi, sem sagt. Þannig að ég er búin að vera að passa mig ótrúlega vel. 140% vel. Ég hef búin að hitta 4 manneskjur síðustu 3 vikur og mér tókst að ná mér í þessa pest samt sem áður. Sem smitast líklega bara alveg á COVID, þannig að þú hefur alveg getað fengið COVID, ekki? Það er það sem ég er að benda á. Að manneskja í ofurvarkarnisástandi getur fengið þetta líka. En það sem mér langaði nú eiginlega aðalega að ræða þarna er sem sagt leikskólamála pælingin hennar. Að því að þið vitið að því það var að tala um einhver 8 fjölskyldur í einhverjum fjárhagsvandræðum sem að fengu bréfum að kannski væri börnunum við að skutlað úr skóla eða leikskóla eitthvað. Og ég átti samræður við konu sem að er sem sagt inn í kerfinu, velviljuð, fín, frábær kona og svo var ég að tala við hana sem manneskja með reynslu og við vorum að tala um þetta með upplifaða fátækt að
hún var alveg bara, já en við erum svo frábært kerfi, þau þurfum bara að hafa samband og fá samband við félagsráðgjafa, hann hjálpar þeim með þetta allt saman og ég var bara, fyrsta lagi, ef fólk er komið í þessa stöðu þá er það ekki að lesa póstin sem það gekk. Allir póstur frá Reykjavíkurborg gæti verið reikningur. Öðru lagi þá er það orðið svo vonlist eftir þetta allt saman að það býst ekki við að fá neina hjálp þarna þessi að mæta. Þriðja lagi þá er búið að nefna í þessu bréfi að barninu þeirra verði mögulega hent úr skóla og það er bara komið með það í hausinn og hefur það inn á bakvið eyrun og svo framvegis og þannig erum við að tala um 8 börn, 8 símtöl og ég var að ræða við hana það hvernig frábærasti kerfi í heimi, hver frábærst sem það gerir aldrei ráð fyrir því að þeir sem eru komnir á botnin í vandamálum og fjárhagsstöðu þurfi í raun og veru bara einhvern til að hringja í svo og segja hæ, við erum að fara að laga þetta með þér, þetta er allt í góðu fyrir viðkomandi, af því viðkomandi er, þú veist, bara búið kílan inn í vegginn og oft langkílan inn í vegginn. Talandi lífeyrissjóði, ég er ekki neinu þeirra og fæ ekki að, þess vegna gat ég ekki dætt ykkur þessu lífeyrissjóði. En já, það fer svo lítið vel í mig að ekki fyrirgefa mig. Mér finnst það mjög mikilvægt að við horfum á það hvernig einstaklingur sem vill allt vel gera í að skipuleggja gott velferðarkerfi, gott umsóknarkerfi og svoleiðis, nær ekki að meðtaka stöðu einstaklingsins sem að þarf á því að halda. Kerfið ekki miða við það hvað einstaklingun í veikri stöðu. Já, og hann kannski á erfitt með raunverulega að berjast í gegnum kerfið og það er kannski sniður að kerfið myndi leita til hans. Já, af því að það er þannig til dæmis í Noregi og Danmörku að þegar þú kemur þangað inn að þá segir þau bara hæ, það er eitthvað að og þú fær félagsráðgjafa sem vinnur ekki inn á þjónustumiðstöð sem er partur af kerfinu. Þannig að þjónustumiðstöð er náttúrulega partur af kerfinu þannig að þau eru að vinna fyrir mig og fyrir borgina, eru að nefnst á mitt á milli, eiga að vera aðstoða mig best en eru að fá upplýsingar hvernig þau eiga að aðstoða mig frá kerfinu sem að gerði það verkum til dæmis að ég fékk ekki heimilisþjónustu í 7 mánuði einu sinni af því ég var orðin svo þreytt á því að sækja 3 mánaða fresti þrifaþjónustu aftur, nýtt vottorð, ný umsókn, nýtt símtal og ég var bara of veik, ég gat þetta ekki. Og og það kemur inn á svo margar hluti ég tók viðtali við, hún heitir Elisabeth, þið getur séð með þáttinn hjá öryrkjaráðinu svo ég sé nú ekki að þylja það upp en hún er sem sagt til stöðu að eiga örlítið aukreitis og það verið með 2 langveik börn og já, ef hún ætti ekki örlítið aukreitis þá væri hún ekki að borga rándýr lyf frá Ameríku og ferðir þangað og geta reddað börnunum sínum húsnæði og framfærslu og svo framvegis. Ég var á götunni, foreldrar mínir væri ekki þannig stættir að þeir gátu lagt inn smá pening til þess að ég geti þó stega fyrir íbúð og svo framvegis. En já, ég mér langaði svona að velta þessu inn að því við vorum að tala um þetta hverjir er að taka ákvarðanir eins og þegar það er í verkalýðsfélögum. Já, Fríða vill taka aðeins boltan frá því sem þú ert að segja. Við erum náttúrulega að ganga þess. Þakka bara fyrir þetta frábæra innlegg og ég held að það er tvennt sem ég langar að segja. Annars vegar varðandi þessa skömm hjá sveitarfélaginu Reykjavíkurborg að taka ekki á móti börnunum þar sem foreldrar hafa ekki haft efni á því að borga leikskólagjaldi af einhverjum ástæðum. Ég skil það ekki og ég skil heldur ekki hvernig stendur á því að það er flatt gjald á alla þó maður sé það eru heimili með 1.200.000 í ráðstöfunartekjur og borga alveg jafn margar krónur og sá sem að lepur dauðan og sker. Ég skil það ekki, nema út frá þessu og það er allt okkar velferðarkerfi, það er allt saman meira og minna því miður byggt upp þannig eins og þessi ölmusa. Þú átt að námslánakerfi var líka svona, þetta er ölmusa, þú þurftir að hafa svo mikið fyrir því að ná í þessa peninga, alls konar fór alveg gífurlegur tími og kostnaður í allt þetta utanumhald
og það er alltaf verið að halda það er eins og kerfið sé alltaf í viðbragðsstöðu eða einhver fyrir að svindla á þeim, þú veist, það er aðalmálið. Það var náttúrulega logið að okkur í gegnum fréttir að það væri viss hlutfallssvika sem var síðan byggð á einhver svona galdratölu sem var fundin upp í Danmörku. Já, en ef yfirvald væri meira félagslega fengjandi og ekki alltaf hreinda að bugta sig og beygja fyrir peningavaldinu, að þá væri svona hluti hreinlega í lagi og við þurfum ekki að finna upp hjóli, við bara lítum til nágrannalandana, þeir hafa þetta svona, það gengur smútt og fínt fyrir sig. Bróðir minn til dæmis, hann bjó í Danmörku og hann lenti í slysi, bara svona stutt dæmi og hann féll að baki, fluttur á spítala í dauðasorpa, það blættin á heilann á honum. Þegar hann kemur svo heim eftir 3 vikur, þá bara kemur einhver tím heim til hans og segir, þú átt þetta rétt á endurhæfingu og við munum sækja þig 3 viku í endurhæfinguna og svo bara var hann í endurhæfingu alveg í marga mánuði. Hann þurfti ekki að fara að fylla út 30 skjöl. Má ég aðeins reyna að tengja þetta allt saman í svona eina hugsun. Það er við höfum talað hérna að við reynda að byrja að tala það hvernig svona samvinnurekstur hafi verið bara útrýmt á Íslandi á þess að nokkuð tæki eftir því. Svo ræddum við lífeyrissjóðina sem að ég held að þeir sem að borga í þá finnst þeir vera að borga mikið og þeir sem fá út úr þeim finnst þeir vera að fá lítið og það er svona almenn óánægja með lífeyrissjóðakerfið og mjög vaxandi. Við tölum kvótakerfið aðeins. Það er annað kerfi sem að ég hugsa sé kallist ekki 70-80% af þjóðinni bara mótið í. Svo erum við að tala velferðarkerfið okkar og reynsla þeirra sem þurfa að nota það er það svolítið að það sé eiginlega ekki til þess að þjónusta okkur heldur við þurfum eiginlega að sækja allt inn í kerfið með harmpælum og eitthvað svona. Og þá kemur bara svona einföld spurning Má ég byrja á því kannski Hallur að ég veit að þú bjóst í Noregi svolítið langa tíma þar sem er mikið lagt upp úr því að það sé svona almenn sátt í samfélaginu öll grunnkerfin og að við eigum þetta samfélagi saman og það sé reki fyrir okkur. Hvernig veröldinni tókst okkur að ganga svona illa frá okkar grunnkerfum að fólk er bara almennt pirrað á þeim, finnst það erfitt, ekki þjóna mér, þjóna bara hinum og ég var aldrei spurður. Hvað klúðruðu við þessu? Fyrir Halldóra? Kannski klúðraði bara í uppbyggingunni og hugsunni í kerfinu í grunninn. Vegna þess að þetta er svolítið mikilvægt þú segir það er eins og þú sett að segja einhver ölmusi í staði fyrir það að þú átt rétt. Já. Og það er ekki bara að þú tala um fjármagnseigur eitthvað aðri, ég held að sé miklu minna þar. Það er líka á hinum endanum sem hefur verið vandamál. Það er svo margir að segja, það þarf að heita félags eitthvað. Það þarf að ramma það inn einhver kassa. Og sú umræða hefur verið í gegnum langa tíma. Ég bara, alveg frábær kona, hún Jóhanna Sigurðardóttir, vinkona mín. Hún var svo ofta að tala um félagslegt, að reyna að ramma inn einhvern ákveðin hóp eins og mér fannst stundum fé í dilk til að segja þetta er félagslægi dilkurinn og ég ætla að hjálpa honum í staðinn að fara hina leiðina að segja það eiga allir ákveða rétt, það eiga réttin og síðan sumir þurfi meiri aðstoð en aðrir og það á ekki að þurfa eins og Bára að segja það á ekki að þurfa að sækja hana heldur á þetta að vera svona jákvætt gagnvirkt ferli vegna þess að þegar þú ert ekki búin að borga leikskólagjöld, þegar þú ert ekki að svara rukkununum þínum, þegar þú ert komin sem sagt bara í raun og veru liggur undir haug af rukkunarbréfum, þá hefur þú bara ekki kraft eða getu til að gera nokkuð skapaðan hlut. Og auðvitað áttu að fara og sækja viðkomandi og hjálpa út úr þessu. Og það er einhver svona, firring eða komið einhver svona það vantar meiri nálgun, það vantar bara meiri samheng og bara samvinna. Kærleika. Samheng, kærleika. Og af hverju gerst svona hér, jú, náttúrulega í gamla samfélaginu, í þorpinu og það sem að þá var það bara þannig að þá vissu menn hverju þurftu aðstoð og fólk fékk ákveðna aðstoð. Síðan þegar fer yfir þetta borgarsamfélag og núna síðust áratugina þá einhvern veginn þá losnar þetta upp en ég held að fólk hefur bara gert ráð fyrir að það héldi áfram að vera þannig. Alveg svo bara hreppurinn, gamli í sveitunum, í þorpið. Ég veit bara að
Hattur, ég spyrir Noreg og Noreg bara eins og... Það eitthvað svona, á meðan... Normenn mjög líkir okkur, þetta eiginlega sko, ef þú keyrir í svona fámennari byggðir í Noregi, þá bara eins og þú sért heima, sko. Já, þannig, já. En annað, en í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, sem bara Noreg og Svíþjóð, að þá þetta bara allt öðruvísi, á meðan við vorum aldamóti 1900 voru bara, það var bara COVID fjarlægð á milli fólks bara því að það var dreift allt landið, sko. En á þeim tíma þegar var að byggja upp verkalýðshreyfinguna í Noregi, bæina, þá gerðist það í bæjum og það var þetta í kringum 1900. Það var sem sagt, þá voru það þessi, sósíalismi, sósíaldemokratismi sem var í því að byggja það upp og það var barátta þannig í samfélagi þar sem þú varst með verkafólk, auðvitað líka með bændur og allt það, en það var miklu þéttara. Þannig að hugmynda, það var bara öðruvísi. Á þeim tíma, þá var bara hreppurinn sem ákvaði þetta eða sem sagt gerði þetta bara sjálft. Þannig að kerfin sem voru búin að byggja upp og þessi bara kerfislega hugsun, uppbygging á húsnæðiskerfum þar sem að ríkið í gegnum áratugina byggði ríki og samvinnufélög verkalýðshreyfingar byggði upp grunn húsnæðiskerfið á áratugum í Svíþjóð, í Danmörku, reyndar ekki í Noregi, það var miklu meira eignar formið mjög sterkar, en þá var þetta bara alltaf með hugsun. Það bara svo stutt, þótt að séum 50 ára eða 70. Má ég koma með einn samanburð viðbót, af því að hérna eru miklu sjómenn við borðið. Ef maður ferðast í Noregi, þá getur maður farið alveg bara landið á enda, og þetta nú langt land, og þú finnur engan Norðmann sem óánægður með systemi sem að þeir hafa byggt upp í kringum olíuvinnsluna. Þú finnur engan mann. Þú finnur engan, þú getur pröfað að spurja þá, það getur verið svona eitthvað svona álitamál að þarna hefur verið að styðja svolítið stafangur uppi og tuðs, en ef þú ferðast Ísland, þá finnur engan mann sem hjartanlega sáttur við kvótakerfið, nema sé bara á launum hjá Samherja. En í Noregi þetta með olíusjónu, það sem að fólk kannski óánægt með að segja, mættum kannski nota örlítið meiri og þess að byggjum infrastruktúr og það saman, en að öðru leyti samfélagsleg sátt hefur fram að þessu, það væri ekki alltaf núna þessa dagana, en það bara samfélagsleg sátt það að það eigi að nota þann sjóð til að byggja upp alla Noreg og aðstoða alla. Og ég held að sú bara hugsun kemur annars vegar alltaf út af skorti. Það ekki nema 50 ár síðan Norðmenn sé kannski ekki fátækir en voru alltaf efnahagslegri stöðu og það var bara þessi 100 ára uppbygging þessi miklu stærri hluti af samfélaginu í Noregi að við tala Noreg byggðist á þessari sósíaldemokratísku hugsun og á þessari samstöðu og kerfið var bara byggt utan það að styðja við fólk í bæjunum, í borgunum og í sveitunum líka. Það eru bara allir saman með það. Og talandi sjávarútveg og það sem í Noregi, sumstaðar í raun og veru, það er ekki þannig núna, en það var það á tímabili að það var bara samfélagsleg sátt það að þú ættir að styðja sjávarútveg í byggðum landsins til þess að halda byggðinni gangandi. Það var næstu bara eins og menningarstyrkur, frekar en atvinnustyrkur. Ólafur, þú varst að tala að þú var gamall og orðinn eftirlaunamaður. Heldur að þú munir lifa það að geta, að við munum búa okkur til sjávarútvegsstefnu sem svo mikil sátt að þú getur ferðast hringi í kringum landið og ekki fundið neitt sem svona reiður út í kerfið eins og þú ert í dag? Nei. Við getum bara tekið þetta ágæta dæmi sem þið eru að nefna hérna og líka með fólki sem á ekki að koma börnunum sem á að reka með börnin úr skólanum. 1983 þá vorum við búin að byggja hér upp nýja tækni. Við vorum komnir með skuttogara. Við vorum samsíða Noregi. Og við hefðum orðið ríkari þjóð heldur en Noregur ef að við hefðum ekki farið í þetta kvótakerfi. Á þessum tíma vorum við að byggja upp heilsugæslustöðvar hringinn í kringum landið. Við byggðum borgarsjúkrahúsið án þessara láta sem núna í kringum þetta sérfræðissjúkrahús sem verið að hrófla upp að það niður í bæ.
Við byggðum Sigöldu, við malbygguðum hringveginn, eða lögðum hringveginn og malbygguðum mest af honum, við malbygguðum Reykjavík út í horn, við byggðum öll þessi barnaheimili, það ekki búið að bara það við mörgum barnaheimili, við byggðum tvöfaldar grötur og brýr í Reykjavík. Við vorum rík þjóð, við byggðum, hvað vorum við lengi, 5 ára byggjum upp allt Breiðholtið til þess að skapa húsnæði fyrir fólkið sem streymdi inn í borgina. Þarna varð vendipunktur. Núna lesum við það að við séum orðnir ríkasta þjóð í heimi, ríkari heldur en Sviss. En fólkið hefur ekki í sig og á. Það er allt og mikið fátækt og ef þú ert ekki on the top of the world, hámentuð eða eitthvað, þá ertu bara nánast beiningamaður á fjölskylduðinni ef ekki öðrum. Þetta bara út af því að við tókum upp kvótakerfi, við gáfum fáum einstaklingum tækifæri á því að taka lánsfé út úr bönkunum, lánsfé sem lenti meira og minna á herðunum á okkur og með þessu lánsfé á þeirra sölsa undir sig fiskveiðiheimildirnar sem áttu náttúrulega aldrei að fara úr höndunum á sjómönnunum. Þá hefði verið endurnýjun ef heimildirnar til að veiða væru bara hjá þeim sem eru og vinna í fiski, þá væri hér allt annað þjóðfélag eins og var þá þar sem gróðinn, þessi mikli gróði sem núna soginn út úr greininni, hann fór þá all landið. Hann fór út í háræðar samfélagsins. Allir nutu góðs af togaranum. Þú hefur talað mikið bæjarútgerðir Gunnar Smári. Bæjarútgerð Reykjavíkur, ég byrjaði þar, ég var þar í 5 ár. Svo var þetta fyrirtæki var gefið. Það var ekkert fyrirtæki á landinu í sjávarútvegi framsækið og hafði jafnmiklar væntingar og Bæjarútgerð Reykjavíkur. Af hverju veit ég þetta? Af því ég reiddist þeim einu sinni, af því að þeir skrifuðu tap á skipi hjá mér og ég óða það inn og þeir sýndu mér allar bækurnar sínar. Þá sá ég hvernig fyrirtækið var að rísa úr öskustónni og þetta gróðinn var þvílíkur orðinn í fyrirtækinu. Það var bara svo mikið skuldir og annars sem var verið að laga til og þessu skuldum hafi verið sett á mitt skip af því að ég var náttúrulega orðinn skuldlaus, af því ég veitti miklu meira en allir einir. En það var bara svoleiðis að þarna sá ég bækurnar ári seinna. Þá þetta fyrirtæki gefið þessu fólki. Allur kótinn og allt sem fór með þessu. Það sem við þurfum að gera að náttúrulega fá nýja stjórnarskrá og ráðast á kvótakerfið. Það ekkert sem heitir að fara búa til einhverjar fyrningaleiðir og eitthvað kjaftaði. Það sáum við hvernig fór hjá Jóhannu. Við verðum að afnema þetta með einu pennastriki, taka upp nýtt kerfi, þar sem greinamunur gerður á veiðum og vinnslu og allur fiskur fara á markað. Þannig dreifum við peningunum út í þjóðfélagið, þessum miklu peningum sem gerur okkur jafn rík eða ríkar heldur Sviss, fá þá út í þjóðfélagið, fá þá til einstaklingana. Ég get alveg sagt ykkur það, ég var lengi núna, áður ég var rekinn, þá vann ég út á Snæfellsnesi. Það svo mikill samhugur á Snæfellsnesi að þeir eru reiðubúnir að láta taka af sér þessi veiðigjöld. En látiðu okkur hafa eitthvað hluta af þeim til þess að við getum haft meira en 1 læknir á öllu Snæfellsnesi. Það verið að loka þessum flottu sjúkrahúsum sem við byggðum fyrir kvótakerfið. Það verið að loka þessu. Heilsugæslustöðvum all land, það ekki hægt að reka þetta, af því það ekki peningar þar. Jú, það eru peningar á Akureyri og í Dalvík. Það eru peningar en að Stöðvarfirði, Bíldudal. Þetta bara óstjórn. Það búið að stela peningunum, þeir einograð einhvers staðar inni, þeir verða okkur að engu gagni, þeir tóku 900 milljarða, hvaða gagn hefur við af 900 milljörðum sem liggja núna inn í Seðlabankanum.
þetta not, þetta vinna fyrir okkur, þetta gera eitthvað? Akkur ekki lagður 2-faldur vegur hérna norður á Akureyri fyrir þessa peninga? Ólafur, þessar spurningar verða bara það má ekki setja þetta inn í kerfið af því þá hækkar krónan og lækkar krónundar sem þeir fá en stundur okkar er vex. Þessar spurningar verða að fá að liggja í loftinu. Þessi þáttur orðin bara, ég held að við slá okkar met í hvernig langur. Þakka ykkur fyrir sem að hafi komið inn á fundin að hjálpa okkur að búa til svona opinn þjóðfund í beinu summi, ég veit ekki hvað að kalla þetta. Það er mjög gaman ef við getum haft þetta sem svona fastan lið einu sinni í viku og skemmt okkur við að búa til samtal svona ólíks fólks sem kemur og tala bara sín hjartasmál. Og það sem merkilegt sem að gerist, það finnst alltaf einhver svona samstaða í hópnum. Að þetta miklu samstaðari hópur en til dæmis, ef við myndum bæta við svona einum stjórnarþingmanni inn í hópinn, þá er allt í vitleysu. Herðu, en ég þakka ekki kjalla fyrir Ólafur. Bara örstutt. Já, örstutt. Bara það sem búin að gera með þessari fjölmiðlun, mér finnst þetta algjörlega frábært og mér finnst þetta vera eina svona mest spennandi sem að gerast í íslenski fjölmiðlum þessa dagana. Þetta bara, tæknin er kannski svona, þessi leiði að kannski ekki mjög gæði, en mér finnst þetta algjörlega frábært sem búið að gera þetta máli. Algjörlega frábært. Takk fyrir það. Og þau takið það til sín öll sem hafa tekið þátt í því að koma við rauðaborðinu og halda upp í líflegri umræðu á þessum háskalugu tímum. En við sláum botnin í kvöld og svo sjáumst við aftur á morgun og þá verður eitthvað allt annað dagskrá við rauðaborðið klukkan 8. Takk fyrir.